Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur mín í dag heitir Sigurður Hólmar Jóhannesson og hann rekur fyrirtæki sem heitir Mobility. Hvað er Mobility, Sigurður? Já, takk fyrir að bjóða mig, Guðrún. Herri, Vel, jú, mobility þýðir náttúrulega bara hreyfanleiki já, og það á svo vel við það sem við erum að gera því að við erum með alls konar hjálpatæki sem að eykur möguleikan á hreyfanleika fyrir fólk. Og nafni var svolítið svona, kemur til vegna þess að, já sko, við byrjuðum á því að heita hjólastóla.is og, já, og svo vorum við bara að gera svo miklu meira heldur en að vera með hjólastóla og mobility, sko, þegar að maður fer á ráðstefnur erlendis og fer á vörusýningar og svo leiðist, þá er allt mobility. Þetta er allt, snýst allt um hreyfanleikana, já, auka lífsgæði fólks sem er með skerta hreyfigetu já, og það bara hafa laust, þannig að ég greipa. já, já, það er bara aðeinslegt. Það er náttúrulega, ef maður er með lýsandi merki fyrir það sem maður er að gera, að þá Já, náttúrulega skiptir það máli, sko. En hreyfanleiki er hérna, svolítið óþjált íslenskt orð til þess að nota á fyrirtæki. Og við erum líka að þjónusta rosalega mikið erlenda ferðamenn til dæmis og svo er náttúrulega margir Íslendingar sem eru svona af erlendum uppruna. já, Þannig að þetta bara virka vel, sko. já. Skiljanlega, en hver er aðal kunnahópurinn þinn? Sko, hvað aðal kunnahópurinn? Sko, náttúrulega stærsti viðskiptavinurinn er Sjúkratryggingar Íslands. Já, Því að kerfið á Íslandi er bara þannig uppbyggt að við erum með heilbrigðis kerfi sem að hjálpa fólki já, og bara sem er stærst dásalegt. kunnin sem að kaupir hjálpatæki á Íslandi eru Sjúkratryggingar Íslands. Þannig að ef við tölum sem viðskiptavinn þá er Sjúkratryggingar Íslands okkar stærsti viðskiptavinnur. Já, Við erum auðvitað að þjóna einstaklingana sem að já, já, en svo erum við erum samt bæði að selja og leigja vörur líka já, já, og við byrjum í rauninni, þetta byrjar allt út af því að dóttir mín er samt með sjaldgæfan taugasjúkdóm já, og hún er með svona sérstaka, sko hún er stundum getur hún hreyft sig og stundum er hún lömuð og, já, og já, hún er sko mjög hún passar ekki neina kassa hjá kerfinu. Þannig að þegar að við fórum að sækja hjálpatæki í gegnum sjúkratryggingar þá var það allt mjög styrt af því að hún passaði ekki í þessa kassa sem voru til. Og þannig að við fórum í rauninni bara að kaupa hjálpatæki erlendis fyrir hana. Og svona það sem var eiginlega kveikjan af þessu fyrirtæki var þetta hjól sem er hérna uppi. já, Þetta er svona hjólastólahjól. já, Það fengum við að gjöf eða Sunna fékk það að gjöf þegar vinnur okkar var fertugur þá safnaði hann fyrir þessu hjóli sem ég sótti svo til Þýskalands. dásamt, ég fæ bara gæsa og það er æðislegt. Já, Teitur Jónasson heitir hann er yndislegur drykkur Já, í Danmörku í dag. En sem sagt, við byrjum að hjóla á þessu hjóli og hjólum rosalega mikið. Við erum að hjóla svona 6-7 þúsund kílómetra á ári. það er ótrúlega mikið. Já, og við erum ekki að hjóla hratt, þannig að þetta er rosalega mikill tími, þetta eru 2-3 klukkutímar á dag og, Já, og þetta er bara það sem að hefur hjálpað dóttur okkur svo mikið, að vera úti, finna hreyfinguna þó svo hún sé ekki sjálf að hjóla, þá er þessi hreyfing alltaf og hún styrkir hana. já, Og þessi félagslegi partur að hitta annað fólk og dýr og já, vera út í náttúrun og fá loft í lungun sko. já, Og eins og hún segir við mig oft sko þegar það er mjög slæmt veður sko, við höfum gott að þessu. Bara förum út, er það virkilegt? Já, en frábært. við þá verðum bara aðeins styttra heldur en Já, já, ekki marga klukkutíma ef það er brjálæg rigning og rók sko. En sem sagt, já, við sem sagt erum að hjóla á þessu hjóli og svo byrja fólk að spyrja okkur út í þetta og svo gerist það svona 2015 að ég veikist og þarf að hætta að vinna sem flugumferðarstjóri og 2 árum seinna þá svona kom þessi hugmynd upp hvort við ættum ekki bara að byrja að flytja inn fyrir fólk hjól og við já, byrjum
byrjuðum sem þetta á þríhjólunum og byrjuðum bara í litlum skúr upp í Mosfellsbæ og svo bara hefur fyrirtæki vaxið og dafnað og nú erum við hérna í Urriðaholtsstræti í Garðabæ Já, það er og nýja hverfið þannig á móti það sem Íka er. já, já, akkurat. Já. Og við erum alltaf að stækka svona hægt og rólega og erum með fastan kúrnahöfn. Þeir sem að versla hjá okkur, þeir komið litt aftur vegna þess að við leggjum upp úr því að veita góða þjónustu. Og þar sem við byrjum á þríhjólum erum við núna komið með í rauninni allt sem að við getum í rauninni pantað allt fyrir fólk, bara alveg sama hvað það er og við elskum að fá svona skemmtileg verkefni. Það sem að er svona challenge sem að virkilega við þurfum að leggja hausinn í bleyti sko. Já, En í dag erum við samt með, þú veist, ég veit ekki, 40 tegundir af þríhjólum. Við erum með rafskullur, við erum með göngugrindur, alls konar stafi og svona skemmtilega, sem sagt, litrika stafi líka, þannig að já, það er já. sko. Og við erum með stafi sem að fólk getur sest á líka. Þetta er rosa sniðut. Ég hef séð fólk með svona. Þetta er æðislegt. Bara brýtur hann svona saman Já, og svo er þetta bara orðið svona það, stóð. það, það er hægt að tylla sig hvar sem er þegar þetta er með. Já, Svo æðislegt. svo erum við líka komin út í alls konar smátæki eins og svona fjárstýringar sem eru sem sagt að fólk er orðið aldrað og kann ekki lengur á fjárstýringuna, þá getur við bara að prógramera þessa fjárstýringu með svona einföldum tökkum, bara hækka og lækka Já, já, skiptu stöðvar og slökkva. já. Þannig að Það svo er ekki 20 takkar á þessari eins og sumum. nei, það eru nákvæmlega 6 takkar á henni. Já, æðislega sniðut. Já, og hún getur prógramera nánast allar fjárstýringar mjög einfallega, bara leggur það saman og svo bara lesur hún Já, eitthvað sem að þú vilt kenna henni að læra á. já, en frábært. Já, þetta er mjög Það sniðugt. er allt orðið til. Það er allt til, sko. Þetta kemur nú út af því að ég, móðir mín var með Alzheimer og ég, var farin að keyra, bæinn þveran nokkur sinnum á dag til að skipta rás fyrir hana. Þannig að Já, já, þetta bjargaði já. miklu tíma og vesenni. Já, og líka þægindun alltaf fyrir hana. Hún Já, hefur þá stýrt meira sínu eigin lífi. algjörlega, Já, nákvæmlega. Það snýst þetta, sko, að bæta lífsgæði fólks. einmitt. Þannig að það er bara ef að fólk, þú veist, og ef við erum svo heppin að eldast, Já, verða gömul, þá þurfum við öll einhver tíman á einhvers konar hjálpatæki að halda. Það er bara þannig. já, Að, þannig að, já, við sem sagt byrjuðum þarna í litlum skúr og erum komin núna í stóra og fallega verslun. Og erum með, eins og ég segi, þú veist, við erum líka með heyrnartæki sem við meðum ekki kalla heyrnartæki. Þetta er sem magnari. já, já, Það var bara svona einfalt eins og þið kalli í Bandaríkjanum over the counter hearing aid já, sem að sem kostar sko 20 sinna minna heldur en svona alvöru heyrnartæki já, en getur bjarga fólki sem að er kannski byrjað að segja aðeins og mikið af ha og svona, já, til þess að vera svona bæta lífsgæði þess. já. Ég var á ferðalagi nýlega með vinkonum minni sem er orðin meira heyrnarskert heldur ég hafi gert mig grein fyrir, sko. Já, Og ég var eitthvað að reyna svona að hvísla eitthvað til hennar og hún, ég heyr ekkert hvað hún segir. Það hefur verið já, gott fyrir hann að vera með svona þá því að frustrerandi, sko, ég meina já, þetta gerist og líka fólk sem er kannski með tinnitusin þá slöknar á honum í mörgum tilfell þegar fólk er með þetta í eyrunum. já, er það virkilegt? Já. Þetta er bara eitthvað sem við vissum ekki af þegar við byrjuðum að flytja þetta inn en svo bara kemur fólk hérna inn í verslununa og setur þetta í eyrun og bara loksis er geta suð. Það Þetta er er náttúrulega stórkostlið, það er bara svo mikið lífsgæði já, að þetta losna við suðið, já, móti alveg,
þessu suði, sko. Já, alveg frábært. Hérna, sko, en þetta er ekki bara, þú ert ekki bara með hjálpatæki fyrir þá sem eru með einhverja fötlun eða orðin eldri, þú ert líka fyrir þá sem hérna, hafa slasað sig, er það ekki? Jú, jú, jú. Við erum líka með þrýstistígvél, við erum náttúrulega með leigu, þar sem við erum að leigja, þú veist, allt frá hækjum og hjólastólum, rafmagnshjólastólum, rafskullum, göngugrindum og þetta er bara eitthvað svona sem fólk þarf kannski í stuttan tíma Einmitt, já, og það eru raunin bara tvö fyrirtæki á landinu sem er að leigja út hjálpatæki í dag sem er algjör synd því að þú veist, það þyrfti reyna að vera fleiri sko og víðar um landið. Við erum ofta að senda út á landtæki sem að til dæmis til Akureyrar eða Egilsstaða af því að það er engin svoleiðis þjónusta á þessu stöðu. nei, einmitt. En hérna, þetta er svona, og svo erum við líka að þjónusta til dæmis skemmtiferðaskipin. Já, er Það, það? já, já. Og þá er það þegar þau eru að koma og fara og þá er náttúrulega myndast langar raðir og fólk það getur ekki allir staðið í langan tíma. Já, já. Þá bara rúllum við hérna niðurtir með nokkra hjólastóla og fólk getur þá hvílt sig í röðinni. Þannig að það er ýmislegt sko. Það er greinilegt að þetta er stærra heldur en maður gerir sér grein fyrir, sko. En mér langar þess að spyrja þig út í að því ég horfi á þetta hjól sem er þarna upp á hillunni hjá þér. Ég er, Já, með í rauninni hjól með hjólastól framan á. akkurat. Hvað heldur að þú sért búin að hjóla mikið með dóttur þína svona hjóli? Veist það, ég bara veit það ekki. Ég var eitthvað að taka þetta saman daginn, ég held svona meðaltali. Ef við tökum bara frá 2013 til dagsins í dag, Já, meðaltali yfir allt árið svona 16 kílómetra á dag. það er náttúrulega ekkert smá. Árið, 365 daga. Og stundum náttúrulega þurfum að leggja hjólinu yfir vestu vetramánuðina. Já, Ég tek það líka með, en þá er þetta 16 kílómetrar á dag. Þannig það að, er bara ótrúlega mikið. En já, þið voruð að gera eitthvað hérna, tengt Reykjavíkumaraþoninu, var það ekki? jú, jú, við erum búin að vera að fara í Reykjavíkumaraþoni síðan 2012 eða 13. Og Já, fyrst voru við nú bara fjölskyldan að fara, ég og kona minn og svona minn. já, Svo byrjaði Sunna að koma með okkur fyrir nokkrum árum. Og hérna, þetta var, ég man ekki hvernig hún byrjaði að koma með okkur, 2017, 18 eitthvað svona, og þá í svona hjólastóli hjólinu. já, Þetta er náttúrulega alveg rosaleg upplifun og skemmtilegt, já, skemmtilegsti dagur ársins. Svo kom COVID og ekkert maraþon. Þá var dálítið erfitt sko, þegar hún bjóst við því að fá maraþonu sitt, já, þannig að við þurftum bara að búa það til. Þannig að við bjöggum til það sem heitir Sunnuþon. Og þá var það sem sagt, svona styttri leið í Laugardalnum og þá máttu allir vera með og það var bara alveg saman, þú mátti mæta á hvers konar faratæki sem þú vildir sko. Og við erum búin að gera það í nokkur ár. Við reyndar slepptum því í ár, það var ómikið pressa. Þannig að hún vildi bara, hún fekk að ráð og hérna, valdi Reykjavíkumaraþon í ár. já. Og hvað farið þið langan leið þegar þið takið þátt í því? Við förum 10 kílómetra. Sem er bara frábært. Já, það er skemmtilegasta leið. Það er eitthvað í gangi alla leiðina sko. Já, já. Eitthvað að sjá og eitthvað að gerast og Já, fólk og og, fylgjast með og svona, já. já, já. Dásamlegt, alveg dásamlegt. Eru fleira fólk sem er að mæta með börn sem að þurfa á svona aðstoð að halda í Reykjavíkumaraþoni? Já, og alltaf meira og meira. Og fólk sem er að mæta bara á alls konar tækjum, sko, bara á hjólastólum. Það var nú ein kona sem að við vorum við hliðina svolítið tíma í maraþonu núna, hún var á hnéhjóli frá okkur, sem er svona, sem sagt, eins og rafskutla, sem sagt, þú heldur í stýri, Já, getur lagt hnéð upp á hérna sæti. já, Þetta er fyrir fólk sem er til dæmis með meiðsli á neðri hluta fótarins eða hefur farið í aðgerð eða eitthvað svo leis. Hún fór 10 kílómetra á svona greið og hún var 70 og eitthvað ára. Sko. þetta er stórkostlegt. Já, það var alveg meira og þetta er bara alltaf meira og meira og Reykjavíkumaraþon leggur svo mikið áherslu á að safna til góðs Já, og fólki er margir að safna pening fyrir það sitt félag. já, Það er alveg meira þetta flott og hérna
margir að fá út úr þessu milljónir, sko, 20 milljónir stundum, sko. Já, þið voruð að safna fyrir, eða ekki AHC samtökin? Jú, sem er Það, svona hennar sunn okkar. já, Og það er rannsókn sem við erum í núna sem að við hérna byrjaði í fyrra já, og þetta er 5 ára rannsókn sem, sem sagt er í rannsóknstofu í Leiden í Hollandi og við erum að fjármagna þetta ásamt hérna öðrum AHC samtökum bæði í Bandaríkjunum og Evrópu og þetta mun kosta 100 til 150 milljónir þessi rannsókn. Svona fer eftir hvernig gengur, jáfnvel mun meira ef það gengur vel, vegna þess að já, það er að gera meira. já, já, Og nú þegar eru komnar góðar sko, svona niðurstöður og hluti sem við vissum ekki sjúkdóminn. En já, en frábært. þetta er flóknasti taugasjúkdómur sem vitað er Hann hefur einkenni allra annara taugasjúkdóma. Þannig að ef við finnum lausnina á þessum sjúkdómi, þá erum við að finna lykilinn fyrir marga aðra sjúkdóma. Það er náttúrulega bara stórkostlegt, Já, þannig að takist það, við sko. safna fyrir þetta í ár og erum núna bara þessa dagana og þessi árin náttúrulega þurfum við að vera að halda áfram að safna fyrir þessari hérna, rannsókn. Ef að fólk myndi vilja styðja samtökin með einhverju fjárframlagi, er hægt að setja einhverjar upplýsingar undir þetta viðtal okkar? Já, já, já. Það er bara farin á ahc.is Já, fyrir allar upplýsingar það eru allar upplýsingar, Já. já. og Þá við setjum það þetta undir. líka. Já, það eru þið með samtök barna sem eru með taugasjúkdóma eða fólk sem er með taugasjúkdóma hér á landi? Sko, það er náttúrulega bara einn sjúklingur með AHC á Íslandi. En við erum samt með samtök utanum hana sunn okkar. Já, En það var aðalega gert svo að við gætum tekið þátt í ráðstefnum og öðru erlendis. Vegna þess að sem einstaklingar voru við ekki svona gjaldgeng. ég En skil. sem samtök erum við það Já, og við erum samtök og þó við séum bara með eitt barn og við erum í rauninni búin að gera meira heldur en miklu stærri þjóðir vegna þess að við höfum framleitt heimildamynd sjúkdóminn sem að engin annar hefur gert og við erum búin að, og svo heimildamynd er búin að sko koma sjúkdóminn í rauninni á kortið ég skil. og hefur sem sagt bara til dæmis bara eitt dæmi sko þegar við frumsýndum heimildamyndana í hérna Washington á sín tíma þá var það maður frá NIH sem er hérna Lyfjastofnun Bandaríkjanna. Já, National Health Institute, já. Já, það er svona meira eins og heilbrigðis, já. En hann var sem þetta á staðnum og Já, bara út af því að hann sá þessa mynd, þá fengum við $1 milljón upp í rannsóknir vá, með möguleikan á meirum. náttúrulega stórt átak. Er þessi mynd aðgengileg fyrir fólk sem hefði áhuga á að kynna sér? Já, hún er með sitt eigið, hérna, með sína eigin heimasíðu, humantimebombs.com. Human Time Bombs, Já, vá, við já. setjum það líka. Ég set það undir, já, já, fyrir fólk til ekki. Ég, hérna, þið hafið í rauninni fjölskyldan sett af stað stórt hugsjónastað. Já, við ákváðum það bara svona fljótlega að því við sáum að það var ekkert að gerast. Þegar Sunna greinist með hann sjúkdóm 2007 þá voru 200 rúmlega börn í heiminum greind með sjúkdóminn Já, og það voru nánast engar upplýsingar á netinu og engin vídeo og ekki neitt. Þannig að við ákvaðum bara að gera Sunnu að svona poster child AHC af því að það já, var ekki að gera neitt og það þurfti til svo að fólk tengi við sjúkdóminn. Þannig að við fórum að setja út alls konar myndbönd af henni bæði í kostum og ekki í kostum og hérna sem endaði svo með því að við gerðum þessa heimildamynd og það svona kom sjúkdómnum aðeins hærra plan og fleiri við sáunum og við fórum að fá fleiri rannsakendur inn og svo 2012 byrjuðum við að hafa alþjóðlega ráðstefnu árlega sem hefur haldist og hérna við erum búin að halda hann á Íslandi einu sinni og búin að taka þátt í þeim nánast öllum. Nú erum við í Ástralíu, Cairn, ég er nú ekki að fara þangað nei, aldrei langt, já, en ég fylgist bara með á netinu. já.
en við, sem sagt, ASI samtökin hafa alltaf stutt þessar ráðstefnur fjárhagslega Já, og með því að pitcha inn með vinnu. Þannig að og við erum svona, já, mjög framarlega í því að agitera fyrir hennar sjúkdóm. bara stórkostlegt. Ég verð að segja, ég dáist að hennar Eljuðinni og konuðinnar og í rauninni allra fjölskyldunar og allra þeirra sem koma að þessu verkefni varðandi Sunna því hún er alltaf með fullt af, hvað kallar það, hérna, hún stóran stuðnisóp. Já, já, hún er með fullt af liðveislum. Já, alveg rétt, já, kallar liðveslur, já. Var einmitt að halda partí fyrir þær í gær og Já, sem hún gerir svona sumarloka partí. já, Reyndar sjálf með 40 stiga hita, þannig að hún var ekki alveg í besta forminu sínu en æ, allar liðveisluna mættu það svona flestar og áttu góða stund. já, yndislegt, yndislegt. Heyrði, ég hérna bara held áfram að óska þér góðs gengis í því Já, sem þú ert að gera vegna þess að þetta er greinilega mjög þarfur hluti og í rauninni sko snýr að öllu í heiminum eins og þú segir já, algjörlega. þennan sjúkdóm og svo náttúrulega afleiðing þess sem að kemur í þessum hjálpatækjum sem þú ert að bjóða fólki upp á sem er náttúrulega alveg stórkostlega. Já, Þannig og að, svona, kannski segi í lokin að ástæðan fyrir því í rauninu við byrjum svo að flytja inn fleiri og fleiri hjálpatæki er að það vantaði svo mikið af svona nýjungum á Íslandi. Það var bara alltaf verið að selja gamla, þú veist, gömlu tækin sem að, jú, vissulega, þú veist, gagnast svona flestum en svo er til það er svo mikið nýjungar, hérna, mikið af nýjungum í þessum business já, og það var enginn að bjóða upp á það. Þannig að við fórum, sem sagt, sáum þetta gat og vorum að, að fylla í þessi göt þar sem að vantar þessar nýjungar í hjálpatækjum og það er ekki það sem selur best en nei, það er það sem að kemur fólki svo rosalega vel sem þarf á því að halda. já, já, ég veit það. Og svo sé ég að þú ert með svona sæta bánsa í hérna stólunum hann að bak við þig. Já, þetta, þetta er sko að því að Sunna hún elskar bánsa þannig að Já. við ákváðum að gefa öllum börnum sem koma inn einn bánsa og hún fekk að hannan og hérna þannig að þetta er svona Veit, mobility. tár í augun, sko. Já, dásanlegt, bara yndislegt. Bara gangi þér sem allra best og Já, ég seti upplýsingar í fyrir neðan fyrir fólk til þess að finna þig og mobility, hreyfanleikan fyrir alla. nákvæmlega. Ok, takk hérlega fyrir. Svoleiðis.